Kæru hlustendur, klukkan orðin 4, Mötley Crüe komið á fóninn og það þýðir aðeins eitt. FM 95 Blö hefur hafið göngu sína. Í dag föstudagurinn 7. apríl. Þreytustu mánuðir ársins eru búnir. Janúar, febrúar og mars. Og það svona smá... ég og Egill erum með þáttinn. Við kynum ekki leynigestin alveg strax. En Egill, ekki smá vor í punkt núna? Komin apríl. Það komið sumar, Richard, sko. Það ekki alveg... sól úti. Já, sól, við ekki alveg missa okkur. Ég var með sólgljöru kerið í vinninu morgun, sko. Já, það alveg... Ég ekki með sólgljöru í vinninu á vorin, sko. Heldur þú sért ekki oft með sólgljöru í janúar eða... Það komið sumar. Það að gerast núna. Já, ok, frábært. En að segja þér, sumardagurinn fyrsti, hann eftir 13 daga. Það rétt. En hann kominn hjá mér. Þó að sé hann þó vor hjá þér, Richard. Ég heyrði hérna, ég var að keyra með strákunum á Patreksfjörðum, þar síðustu helgi. Þú komst með nýtt orð, það er ekki horny, það er vorny. Já, orð sem ég bjóð til. Horny á vorin, vorny. Það er skemmtilegt. Það ekki? Og það ég las rannsókn, þetta mikið er rannsóknir, að fólk sko þegar að veðrið hans betra á vorin, að sko kynnkvötu fólki aukist. Já. Og ég get linkað þess að greina, þú heldur sér að tala með raskattuna, þetta er rétt. Nei, ég hugsa að tala með þetta. Og þess að hugsaði með mér, hörðu, fólk kannski vorny núna. Já, herru, glæsir þú vorny eða? Já, svona. Sýnist þú verið frekar vorny í þetta? Herru, svona hætta þessu. Hvernig ert annars? Ég bara aldrei betri. Já, nýr. Það svoleiðis. Herru, það komið að kynna leynigestin. Já, og það komið að því. Já, það komið að því. Það er sexy, ok maður, ég vil að hlustundum að giska ef að fara í hver maðurinn og gerna mjög sexy. Ok. Og nú er fólk að vera að keyra í bílum og gerna mjög sexy. Mjög sexy, það er rétt. Hann dökkarður. Hann ekkert eðlilega sexy. Hann mjög sexy. Hann bara... Hann í mjög flottu formi. Ég væri til í að... já, ok, hann sexy. Ok, er þetta eina vísbendingin eða? Hún er að segja sexy sexinum, sko. Þú kom ekkur aðra? Herru, hann er verið í sjónvarpi og útvarpi. Já, hann mjög hugulegur. Ok. Mjög. Hann fínu standi, hann alltaf í fínu standi. Ok, hann hefur verið í sjónvarpi og útvarpi. Já, hann með geggja andlitur í sjónvarpi. Já, það er hún rétt. Og hann mjög sexy. Þú ert að segja þetta aftur. Er fólk einhverju nær? Já, það er góð spurning. Hvað er ég að fara að taka fólk á línuna hérna? Hvað er í gangi hérna? Ekki bara segja hver þetta er? Jó, ekki bara. Herðu, þetta er Benedikt Valsson, Benni, betur þekktur sem Benni Hraðfréttir, en nú er að Benni satt eða logið. Já, heldur betur. Hraðfrétta Benni. Nýr Benni. Já, það er ekki lengur Hraðfrétta Benni, það er satt eða logið Benni. Já, í raun og veru sko. Velkomin. Takk fyrir, mikill heiður að fá að vera með ykkur hérna að gestastjórnum. Hlust, nú hefur verið í mörg ár á RÚV. Já. En hlustaður ekkert mann á FM 95 Blöð þegar þú varst á RÚV? Mikið. Já. Mikill aðdáandi. Þannig þú veist alveg svona út á hvað þetta gengur? Já, bara fíblalæti. Já, það er ekki flókið. Það er ekki verið að finna upp hjólið hér allavega. Þetta er ekki flókið. Nei. Herru, það er að byrja þáttur í kvöldið mitt sem að heitir Satt eða logið, önnur sería. Og fyrsti þáttur í kvöld. Þú ert host á þeim þætti núna, Benni. Já, ég bara tók við keflinu af Mr. Bergman. Já, þú ert nýr logi. Þú veist, það má ekki ræða Luigi Bergman hérna þessu þetta. Nú, bara, það er svona reyndskoða allt saman hérna. Bara, hann er svona maðurinn, þetta við ræðum ekki. Nei. Þetta er hvernig að labbaði hérna út og niðurlega fyrirtækið og okkur samstagsfélagann í leiðinni, sko. Já, basically. Má ég tippa á eitt? Ég ætla að tippa á, ok, Benni, að þú pakkir Luigi Bergman saman í þessu þetta. Hann er geggjaður sjónvarpsmaður. Ég held að pakkir honum saman. Ég veit að Logi er að hlusta, Logi, því miður, þið verður pakka saman. Það er bara þannig. Er það ekki? Ég ánægði með þetta sko. Ég þarf þetta boost fyrir kvöldið sko. Langt síðan verið í sjónvarpinu og þú veist, já, bara takk fyrir þetta innilega. Hvernig er báðið mjög hugulegir? Hvernig finnst þér þetta verkefni, svona, satt eða logið? Hvernig finnst þér konseptið og svona? Eru geggjað. Ég hérna náttúrulega fylgdist með bresku þáttunum aðeins og svo fór ég náttúrulega í þáttinn til mannsins sem stjórnaði honum áður. Akkurat. Mannsins sem ekki má ræða. Hann sagði ekki hvað hann hét. Það er vel gert. Og hérna, hann þekki konceptið ágætlega og hérna, við erum búin að taka upp 5 þætti og þetta er stórkostlega skemmtilegt. Já, glæsilegt. Pælt í því, Benni, þú og Logi Bergman, þið eru basically eins, nema hann er einhverjum 15 árum eldri. Hvaða leiti eru þeir eins? Nei, bara ég er að skoða myndir að með það. Þeir eru eins, nema bara Logi er eldri. Þetta getur verið pabbiðin. Getur verið pabbi minn, já. Sko, þeir eru að nákvæmlega eins. Hann er örugglega líkari, hérna, Logi líkari mér heldur en pabbi minn er mér, sko. Mér sýnist það.
Og Ég er ekki frá því, sko. Logi vann margótt þegar það var yngri hérna, ennþá vinni þetta mest kynasandi maður landsins. Blöðpúp tók það einu sinni þegar það var með hár. En það er töluvert rugglast á sko mér og Bitni bara. Báðir svona eitthvað Það er líka mjög sexy, mjög tengdir rúf, sjónvarp eitthvað. Er verið að rugglast á ykkur? Dettur inn sko. Tekur ekki, veist, hversu pirrandi er það svona? Ég tek þið vel sko, hann er fyndinn. Ég held að græðum báður á þessu sko. Hann er mjög huggulegur. Allavega, það er geggjað þáttur framöndan í FM 95 Blö. Benedikt Valsson eða Benni ætlar að vera með okkur í dag og það eru fasti liðir eins og venjulega. Við förum í slúður hér eftir smástund, við förum í hvort myndur frekar og Benni. Ég spurði þjóðin á Twitter hvort að fólk vildi fara í hvort myndur frekar, bara svona kettlinga, eða hvort myndur frekar hardcore og þjóðin hardcore. Já, það er fára veikundrengurinn sko, hann er með eitthvað útgáfu af þessu sem heitir hardcore sem á að vera ekstra hardcore útgáfa. Já. Það var nógu ógeðslegt fyrir hjá hann sko, áður en hann gerði þessa útgáfu hjá sér hardcore. Það með að við erum að fara semst þjóðin talaða Það er ég með hugmynd samt, sem er að fæðast bara núna. Já. Ok, ég var að segja, local time í Vegas, það sem að spilafíklabræður eru núna er 09:02. Það er 9 morgun. Málið, þeir eru aldrei vaknaðir. Þeir eru að vera á blackjack borðið til klukkan 7. Þannig að þeir eru dauðir núna. En það er einn maður sem fer upp í tölvu bara að horfa þetta fyrir heim með allir aðrir. Video Game Boy. Það er Sverrir Bergman. Prófaðu þetta ángríns að hringi í Video Game Boy. Bara núna? Við hringjum ekki oft í beinni en tjekkaðu bara ef hann svarar ekki. Ég veit númerið. Eini gæði sem getur mögulega að vakna núna í Video Game Tard. Það er ekki séns að blöða steindi svari. Já, nákvæmlega. Má sjá, byrju. Þetta er ekki rétt númer, byrju aðeins. Flott númer, Jesus, það er akkurat að talan fyrir neðan 6666 og síðan akkurat, herru, ringjum. Helst ekki að segja númer hjá Tard í útvarpinu. Ég ætla að segja þessi slögt á símanum hans. Já, halló, þetta er Steinn. Herri, ég greið ekki við. Hvað týndur þú? Þetta er Steinn. Ertu með allt niður þig? Komdu bara með símaðinn. Já, örðu. Akkur horfður ekki bara á mig því ég sýndi þér? Já, sýndu mér þetta. Sérðu? Teldu 6-in og teldu 3-in. Já. Ok, þannig kemur þetta. Please, svara þessu. Já, við erum að fá skýrslu hvað er að gerast í Vegas. Klukkan er 9 morgun. Þetta er potið tann. Þetta er svona... Það svara 100%. Leinn er að tala við hann. Ok. Skellir á því og þeir eru röddinni þér sko. Hann er potið í Hearthstone sem er svo tölvuleikur í símanum. Hann er að horfa á síman núna og hugsa á ég að svara eða ekki. Ég veit hann er að horfa á síman. Svaraði Tartmouth. Þeir eru aldrei að fara að svara, ég get alveg sagt þér að hér. Þetta ekki skella á? Nei, ekki skella á. Sko, nú er kvíðin Jónum að hugsa, þeir skella fljótlega á. Ef við höngum á línunni, gæti svarað. Herra, já, þetta er eitt versta útvarp sem hefur verið bóðið upp á 2018. Við vorum að hringja og litur hringja út. Þetta verið gott útvarp ef hann hefði svarað. Fengið að heyra hvernig blöð var að blackjackborðinu í morgunna. En hei, fyrst við náðum ekki í Sverrir Bergman í síma, þá bara hlustum við á hann í staðinn. Já, góða punktur. FM 95 blöð fara á stað, við förum í slúður eftir smástund. Nei. Hætt að grípa frammi fyrir mig því ég er með kynningur ekki. Ekki samt opna svona, opnaði bara eðlilega. Hvað sagði ég? Það opnar ekki svona. Það held ég þið eru hlustu á FM 957. Þetta var Sverrir Bergman eða Video Game Boy. Þetta var skárra. Fæ ég að opna eitthvað í dag? Já, þú fara að opna hérna kynningu. Yes. Slakka til að sjá það. Þú bara það ekki verið, alveg potið. Herðu, það kom á slúðri hér í FM 95 blöð. Hvað segir það? Það er væntanlega ég. Richard. Já. Herðu, ég ætla að byrja á leikoninni Anne Hathaway. Þið veitir hvað það er? Æðislega leikona. Já, hún er mjög góð. Anne Hathaway. Hún er að undirbúa sig fyrir tökur á nýrri mynd. Og hún var að tilkynna á Instagram og hún þarf að bæta á sig vel af kílóum. Já, sendinni mataræðið þitt. Þegið. Hörðu, þetta er óþæri, Richard. Nei, hættu að grípa fram í. Sendinni bara mataræðið þitt. Má ég bara fá að lesa það? Ég segja það að þegja. Akkur þarf alltaf að bæta inn í. Getur ekki bara þagað með ég að lesa? Er það erfitt? Jésús, þetta er bara eins og verið eins og ég veit ekki hvað sko. Góðu saman. Hún á semst að þyngjast einhver 20 kíló og hún er að ná þessu á engum tíma. Og veitir þið hvernig? Hún borðað mikið og hún lyftir engöngu, hún lyftir þungt. Og ég er að sjá mynda en hún er nánast óþekkjanlega. Hún har alltaf verið mjög svona bara feitt. Hvað er hún að borða? Hún er að borða mikið af kjöti. Nei, hún er ekki bara mikið af kjöti. Það er ekki feitt hana, ég lofa því.
Nei, ekki alltaf ég rífast hún bara segja þetta, sko. Ég ekki að skálda þetta viðtal. Nei, en hvað hann borðað meira? En ég meina, þú veist, ekki samt miklu auðveldar að fita sig fyrir hlutverk en að grenna sig fyrir hlutverk? Jú, ég myndi halda það, sko. Það auðvelt að fita sig. Já, ég gerir mig grein fyrir því. Ég það gata alltaf dagur, heiði ekki neitt, sko. Já. Meiri vinna að taka þetta af. Fyrir hvaða hlutverk þetta? Þetta sem sagt, mynd sem að heitir O2. Þetta einhver vísinda skáldsögur hrollvekja. En hvað hún þung núna? Veistu það? Nei, það ekki tekið fram, en ég bara sjá myndaðan inn í rektinu og hún bara svona, já, hún búin að bæta vel á sig. Og það fyrir blótt. Stundu það maður að fita sig við hlutverk, Richard. Það bara þannig, Ég hugsa, ég ætti ekki erfiðleikum með að fita mig við hlutverk. Ég lofa því, það var ekki döðsinn fyrir þig. Pittarinn, Brad Pitt. Já, þarna. Hann hefur náttúrulega búin að vera orðað margar leikonur eftir hann skildi við Angelina Jolie. Hann komið nýja og hún heitir Neri Oxman. Hún arkitekt, hönnuður og prófessor við MIT háskólan. Hún prófessor. Arkitekt, hönnuður og prófessor. Yes, hvað heldur þið að greindaðsitalan sé þar? Hún í MIT háskólanum. Já, ég menn, þú ert ekki sem er grunnskólapróf, ekki? Ég er með grunnskólapróf, ég er ekki með mentaskólapróf. Ég er með ég útskriðast úr grunnskóla. Þú fórst í íþróttafræði, sko, í HR, ekki drepa mig hérna lifandi. Dráka mínu, ég er stjórnmálafræðingur hérna. Já, nákvæmlega. Hann er stjórnmálafræðingur? Vá. Já, verslunarskólapróf og háskólapróf. Mér var hafnað í Vestló, ég sótti mig í Vestló, ég fekk synjun. Það er ekki. Ég fekk synjun. Vil ekki var heimska gæinn, sko. Það er málið, Hvað varstu með einhver, mannstu það? Nennur að hrista drikkin hérna svona með orðið að segja, þú kemst ekki inn, þú ert að hrista eitthvað drikk hérna. Ég er með ripper. Ég get þetta í Vestló og vilt fara aftur, sko. Nei, ég er bara feskur. Herru, við viljum að fara í... Akkur ekki fara í Vestló núna? Stemning. Fara í Vestló og vera fertugur. Já, bara hress í gæinn. Nei, mætir partíin og hress og... Partíin, hvað, að vera húsverður hérna? Æ, þú þarft enn málið það er stútfull skúfaða peningu heima og þarft ekki ekki byrja. Herðu, hérna síðasti mólin er af Wesley Snipes. Já, ekki. Herðu, Wesley Snipes er að bæta við enn gráðunu í bardagalistum. Hann er með, ég veit ekki hvað, hann er með endalaust að gráðum í Kung Fu, Karate. Vissu við þetta til dæmis? Ég held að hann er góð að slátt í bíómyndum, ég sé ekki að hann er góð að slátt í álfurinni. Hann er með fullt að gráðum í alls konar bardagalistum. Steven Seagal er góð að slátt í álfurinni. Ég veist ekki að Wesley Snipes er góð að það. En nú er hann orðið 55 ára gamall, sko. Já, hann er að bæta við þessu gráðu. Einhvers konar gráðu í Kung Fu. Ánægð með hann, maður. Þannig í Passenger 57, þegar hann var að berja mennin drasli í flugvélni, það var ekki bara eitthvað trikk í bíómyndin. Hann er góður að slást. Mögulega var hann að og í Blade líka. Já, en hann er að bæta við sig og hann er að tala hann sé með ykkur 12 eða 13, ég veit ekki hvernig maður kallar þetta gráður eða eitthvað skonar, hann er í karate, hann er núna að koma með kung fu, með jiu-jitsu eitthvað. Það getur lamið þig svo harðfiskur ekki. Já, ekki þig þá eða, ekki þig, þau ert að hræra drikkin hérna. Það gefur mikið fyrir þessu Wesley Snipes tuskaður ekki að geta til þessu í hringnum. Ég er tilbúin bara að hósta þessa beinu útsendingu, sko, bara frýtt. Herðu, ég segja hvað ég er til í að gera. Næstu daga ætlum við að gleðja fermingabörnin með frábærum fermingagjöf í samstarfi við Arion Banka, Smárabíó, Kringluna, 24 Iceland, Partibúðina, Nóa Sirius og Dronefly. Fylgstu með okkur á FM 957 og Facebook næstu daga. Og hvað á svo að borða í kvöld? Einfaldaðu lífið og rendu við í ljúffengan borgara á Grill 66. Við erum á Ólís. Kauplaup er í fullum gangi í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af nýjum vörum. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Ginger, bragðast betur. Ginger, be good to yourself. Vissir þú að 70% kvenna lesa fjölpóst? Hafðu samband og við komum þínum skilaboðum áleiðis. Póstdreifing. Landsbankinn og toppur kynna grínmyndina Blockers. Tonight is the beginning of my adult life and I am having sex. I want in. Frábær grínmynd frá framleiðendum Bad Neighbors og handritshöfundum Pitch Perfect. Our daughter's plan, some sex pact. I'm gonna stop them. I'm in. You're so grown up. Blockers. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Sambíónum Álubakka. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólaverðarstíg 18. Heilbrigt tannholt, heilbrigt líf. Mundir þú eftir að bursta í morgun? Gömm. Hágæða tannvörur.
Fyndi barbecue special. Algjört party fyrir bragðlaukana. Eldsmiðjan. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi 95 Blö. Wow, það var geggjað. Ég ætla að koma meira svo bara var ég bara hvað verið að gera. Þetta var geggjað, það er því meira. Ég var að pizza á Rikka sko að hafa með þessu röddina. Þetta var eins og trailer, en að sagði þetta live. En ég geti hugsað að nota það sem rödd, þú veist, sem röddin okkar. FM 957, segðu það. FM 957. Wow, herðu. Wow, þetta er bara svo Björki Halldór sem er stöð 2. Já. Og Benni er bara með FM. Ég tek FM. Sænaðar ekki. Þetta er reyndar mjög frekar en kannski Bylgjan. Millifærið, já, Bylgjan, en hlustar enginn á Bylgjuna. Nei, ekki þessi að plugga Bylgjuna hérna, ég á ekki að gera það. Herðu, það er komið að því að fara í dagskrárlið sem að, já, þjóðin valdi í dag. Jésús. Viltu biðja þá, þú veist, fólk, venjulegt fólk, sem er að keyra með börn, stillur og létt núna? Með þetta hardcore kjaftaði þitt. Já, þetta hvort myndur frekar hardcore og ég bara segi það, ef þið viljið skipta yfir þá er það bara ekkert mál. Það er ykkar val. Ég baði retweet eða vildi fá hardcore bara til þess að gera þetta erfiðara fyrir mig, en það voru samt töluvert fleiri retweet. Ég smelti like á, ekkur 3 aðri bökkuðum upp í því. Já, með 4 like. Er þetta subbulegt eitthvað? 100%. Er þetta subbulegt? Nei. Þetta er subbulegt áður en að setja hardcore. Númer 1, 2 og 3, þú þarft að svara. Ok. Og þú þarft að segja hvort þú myndir frekar, en það er enginn að fara að dæma þig, þetta er bara leikur. Ég ætla alltaf að Benna að byrja, út af því að Benni gestur hérna og ok. Ég er eftir bolti, ég get setja nátt slaka á. Á fyrstu spurningu byrjum við. Hvort myndið þið frekar? Reka við í hvert skipti sem þið myndið heilsa einhverjum, eða baða pabbi ykkar einu sinni í viku út árið 2017? Sko, ég segja það er enda 18. Það er ekki lægi við 2018, sagði ég? Sagði 17? Já, ok. Út árið 2018. Ok. Já, ég myndi velja það líka. Nei, sko, út árið baða pappa. Valla, ég bara baða Valla bara. Einu sinni í viku bara út þetta ár. Eða í hvert skeitt sem heilsar einhvern blessar. En er þetta svona eins og hjöppir eða hann einhver við, þá heyrist ekkert þannig, sko. Þetta heyrist alltaf. Það heyrist, já. Það er gott brump. Þetta heyrist. Já. Guð minn góður. En ok, með baðið, þá er ég veltað fyrir mér, er þetta full þáttaka? Er bara eins og sé að baða lítið barn? Já, ég voru bara að baða nú, bara fónum og... En má hann verið þveng? Nei, hann er bara í baði. Já, ég tala um það, í baði í þveng. Nei, bara venlu baði. Allsberg sem sagt. Já, væntalega. Jésús er ekki. Baða þú því í þveng eða? Já. Nei, það má nota hanska. Það væri verið að baða mig, þá myndi ég huga það ekki. Nei, það er ekki þannig. Þetta er bara bað. Má nota hanska og... Já. Bara hvað sem er. Já, bara svampi eða Það er pappaðinu líðið. Þvottapoka, hvernig sem er. Pappi ætlaði þetta hanska í dag. Einu sinni viku, en það er bara út af þú, ekki gleyma, það eru 3 mánuðir búnir á hann. En er ekki alltaf lægi, út af því að sem pappi tillir sér í baðið og hann snýr kannski með bakið í mig. Ég er á hnjánum, hann situr í baðinu, ég er bara með svona svamp. En þú þarft að þvo hann allstaðar. Ég er að strúka hann á bakið og hann situr í vatninu, ég sprauta yfir hann aðeins, sem fær ég út, allir ferskir. Þú ert í baðið, þú ert að þrífa staði, þú ert að þrífa alla staðina. Já, hann má ekki hjálpa. Nei. Já, bara, hann er svona sé bara máttlaus bara, maðurinn. Sko, það er ekki. Eða prumpa, já, hérna. Í hvað skil sem þú heilsar ykkur? Þetta er 2 hræðilega varmuleikur. Þú verður að segja hæ eða... Já, skilur ekki, bara segjum til að þú var að heilsa allir, blessaður, bara þú komst inn innan, bara blessaður, þá bara ykkur við. Og líka bara góðan daginn og þetta sund. Já. Jésús. Þannig ef ég er að fara að loka viðskiptadíl með Björg og Tór og tekið spaðan á honum, þá læti ég henni rífa. Það er sem ég er að fara að gera. Ég líka að sé þetta fyrir mig að heilsa kúnanum í sporthúsinu. Og rekið í hvert skipti. Ég verði fljótur að vera atvinnulegs, við ekki henni það. Ó, ég elskar hann að leik. Býst maður ekki við ákveðinu svona próteinprumpur frá þér, svona reglulega? Ég kannski í hvert skipt svo hittir mig samt það nokkuð. Það er ekki mikið. En þeir þurfa að velja. Ég ætla að baða Einar. Þú ætlar að baða Einar? Ég get ekki rekið við í hvert skipt sem ég hittu eitthvað ekki. Og það er ekki lagi með þig, ángríns. Jú, ég fari líka bara í quality time með pappa, sko. Ok. Ég held að það sé bara Herru, þá er nummer 2. Hvort myndirðu frekar? Vera alltaf nakin í íbúðinniðinni, það sem eftir er, eða láta flúra getnaðalim í kinnin á þess? Já,
Í kinnina, inn í kinnina. Nei, hérna bara, það sést. Já, þetta bara easy, sko. Þetta bara í alvöru talað. Nei, en hvað ætlar, en þau voru að halda ammælið eitthvað, þegar ykkur komið ætlar að bara vera nakin eða? Já, menna það, ég hugsa ekki það. Eða þegar ykkur komið að taka viðtal við heima, ætlar að bara vera allsber eða? Ok, sko. Átöku bara headshot. En þú veist, en hvað hérna eins og bara... Já, bara andlit. Ef mér er kallt, þá er sjónvarpið. Skiptir ekki máli. Þú ert bara alltaf nakin í íbúðinni. Sko, í fyrsta lagi þetta mjög einfalt. Þú býður bara ekki fólki í heimsókn. Það sem eftir er. Ætlar aldrei að halda ammali dóttur. Sal. Ok. Ég finna að ég er ekki bara með titling á kinnina. Það er bara ekki að vera gerast. Nei. Þetta er líklegt. Sérðu þið fyrir með þannig? Nei, reyndar ekki. Nei, þannig að sko Benni. Já, ég minna, ég bara komið þess að velkomin í satt eða logið með titling framann í mér. Ég get bara glemt í að vera sjónvarpsmaður, sko. Það var ræðilegt. Þú líka með geggja andlit, sko. Takk að þið fyrir. Ég heyri líka kynninguna hérna hefur aðan og bara... Það með þið takkir frekar. Þið ætlaði alltaf að gera það niður ykkur leið og labbin heima í okkur. Já. Gera það niður okkur. Sko að tvennu illu, Richard, þá veljum við þetta. Ég nokkuð vissum að þjóðin þessi sammála sem er hluta á þetta kjátaði. Jájá, ok. Herru, þá er nummer 3 og síðasta. Hvort myndirðu frekar vera edrú það sem eftir er. Ekki eitt bjór sopa. Ekki drekka eitt dropa framar eða mæta í útskrift hjá barninu gjörsamlega á snepplónum. Erum við að tala hvað útskriftir mér eða stúdent? Stúdent bara til dæmis eða eitthvað, bara útskrift. Mér er snabbt alltaf lægið að það er stúdent. Mætir alveg gjörsamlega á snepplónum. Þetta er heldur stór stund, sko. Já, ég meina, þú veist, að margt verra held ég. Ef þetta er stúdent, mentaskóli, eitthvað. Já, bara eitthvað pappi fullu dæmi, sko. Teljið það að klára 10. bekkinn, hvað er það að útskrifast? Nei, útskrifast bara basically verið stúdent, það er hvítu húna. Og ætlar að mæta algjörlega á snepplónum í veisluna. Hvað þýðir það? Það þýðir ég sé bara... Þú ert bara ofuröli. Bara á gólfinu, bara... Já, ég meina, þú ert bara að vera algjörlega til skammar. Jesús minn. Það er mjög vont samt, sko. Ég veit að það er ekki gott, sko. En samt, get ég aldrei aftur fengið mig kaldan í Orwa United? Nei. Þú getur fengið vatn. En þið var með nautastig. Getur ég fengið mjög raut? Nei, þú getur fengið bara vatn líka með því. Já, versus þetta eina atvik. Málið er, sko, þú gerir mistök í lífinu. Síðan bara gerður þig og heldur áfram gakk. Þannig virkar lífið, sko. Þannig lærir ekki. Já, þannig ætla að eyðileggja útskriftina hjá barninu ykkar. Ekki endilega eyðileggja. Nei. Sko máli er, Eva Malin til dæmis, dóttir mín, hún er 30 ára, hún veit ég drekk bjór. Ég spurði hún daginn, hvað drekkur pappa á Tenerife? Hún svaraði drekk bjór. Já, en hún veit það samt ekki þegar hún er komið hvítu, hún er að bjóða allir vinkonu sinum að vinum og pappin er mökkaður. Það er ekki alveg að falla Ég er nokkuð sem hún sýniði skilning. Svona... Mér veistu alltaf að vera að vota bjóra dóttuðinu, sko, svona mikið. Já, hún er fann að biðja bjór sem er hættulegt 30 ára. Það er ekki gott. Það er alls ekki gott. Ég held að það vera erður úlingur. Hætti ripper. Hún biður líka ripper. Í alveg? Já. Biður reglulega ripper. En þeir basically ætli báður að taka að verða þetta skammar í útskriftinni. Ég ætla að verða þetta skammar í útskriftinni. Og Benedikt er saman. Ég er búin að vera núna vínlaus í 5 daga. Já. Ég er smá átaki. 5 daga? Já. Og mér líður vel. Já, ekki. Þannig að ég er hugsa að velja bara innkostin. Þú ert í átaki, eða? Vel gert. Ég er alltaf í top physical shape, eins og segir. Þetta er sumarkvætti, eða? Benedikt ætlar ekki að verða sér til skammar. Þetta var hvort myndir frekar, þetta var bara nokkuð létt í dag. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose, was solo singing on my own. Hér á FM 957 á þessum fallega og flotta föstudegi. Það er gott veður í höfuðborginni og það er gott veður og vonandi sé allir að skemmta sér konunglegum alland. Þeir eru hérna, ég, Rikki G. Það er fössari og það er sól. Egil Einarsson og Benedikt Valsson. Benni satt eða logið sem er samt alltaf þekktu sem hraðfrétta Benni. Ekki lengur, nei, það er búið þetta. Það er ekki til að vinna með Benni Vals. En bara Benni Vals. Benni Vals, ok. Það er geggjað, ef þú var raun á FM öðru. Meðakvöldið 6 í dag, Benni Vals hér á FM. Það er geggjað FM. Mjög góða punktur. Herru, við ætlum að fara í dagskráralið sem að ég fer nú gjarnan í með Agli þegar ég er hér og
Þetta er bara mjög einfaldur dagskrárliður sem heitir Vonda atið. Segðu líka sem ég barnalur. Hann er mjög barnalur, að því heitir þetta Vonda atið. Við erum svona eiginlega búin að kasta á okkur allir ábyrgð, Benni, að því að þó að atið sé vond, þá það að vera vond, að því að þetta er Vonda atið. Ertu klár í þetta? Já, hvað er nákvæmlega að gera? Sko, það sem þið er að gera... Þetta er rosalega vond. Ég er rosalega stressaður í svona dóti, sko. Já. Ég ætla að láta ykkur hringja á endurskoðunar skrifstofu. Og það svarar bara ykkur, jú, góðan dag, eitthvað svona. Og þið ætli basically að láta endurskoða okkur raskatið. Jésús alveg. Endurskoða okkur raskatið. Hvar er ég hérna, sko? Hringja í Deloitte, láta endurskoða okkur raskatið. Já, bara ykkur endurskoðunar skrifstofu. Egil, ég er ekki sem að láta þið byrja til þess að sína svona Benna hvernig þetta virkar. Ég væri til að fá endurskoðunar ráðgjöf í Garðabæ, það væri mjög gott. Ég bara er komið með eitthvað númer. Hringdu þá bara eitthvað, ljúkum þess að. Hata þetta. Get ekki beðið. Endurskoðunar Eskil. Já, góðan daginn. Ég ætla að þú getið þið endurskoðað með raskatið, hvernig virkar það? Já, það er bara spurning. Ég skal gefa þið samband hérna veginn endurskoðanda. Takk fyrir. Það er rosalega vond. Já, stöðla. Já, góðan daginn. Ég ætla að þú hvort þið getuð endurskoðað á mér raskatið, hvernig virkar það? Endurskoðað, ég hafa þið fyrirgjöðu. Endurskoðað á mér raskatið, hvernig virkar það? Hvernig bjóðuð upp á þannig þjónustuða? Já. Já, það ekki? Glæsilegt, hvaða ferli hvernig ferli væri þá? Já, það er náttúrulega að koma þá bara bókaldur til okkar og við þurfum að fara yfir það og svo framvegis, sko. Já, það ég þarf ekkert að taka bókaldir með, ég þarf bara að láta endurskoða með raskatið. Ertu að tala um að telja fram fyrir því persónulega? Já, eða þú veist bara sem sagt raskatið á mér og ekkert meira, það er rauninni bara þá er ég góður, sko. Það er bara þannig, sko, þá er ég heldur ferskur. Eða er bjóðið upp á þannig þjónustu? Heyrðu, hvað var nafnins aðru? Hörðu, það er Ríkharð Guðjónsson. Það ert í þessum síma, Ríkharð. Já, þannig að ég get kannski bara haft samband við ykkur kannski aftur á mánudaginn og við förum betur yfir þetta hvernig við endur skoðum á mér raskatið. Kíkjum að það. Takk að ég kærlega fyrir. Takk að það. Rikki, hvað er að gera þetta? Var hann ekki að kveikja gæ? Þetta er vanalega skellt á mig strax, sko. Hvað kjafta er þetta? Var hann að fatta þetta? Nei, held ég ekki. Benni, Hann held hann ekki bara, ég var að tala um að endurskoða bara mig og ég sé bara einhver hálfviti sem tala um mig sem raskatið á mér. Jú, ég held hann að hafa lent í þessu áður, sko. Svona gaurum, sko. Hann er mjög, þetta er svo vanir gæðir hann, sko. Já, raskatið, já, heyrðu, bara næsti. Þig persónulega þá, já. Herru, Benni, ert þú klár í þetta? Sko. Ég hef aldrei verið meira tilbúin, sko. Herru, förum í þetta. Endurskoðunar ráðgjöf, góðan dag. Já, góðan dag. Er þetta að fá samband við einhvern endurskoðanda? Hvernig, getur þú útskýrt þetta hvað eins fyrir mig, hvað er svona þarft svona? Já, ég þyrfti í raun og veru bara að fá endurskoða dálítið hjá mér. Já, ok. Sko, þá mæli ég raun með því að þú sendir bara tölvupost á ei@ei.is e-usulon.is Já. Og bara útskýra bara svona svolítið máli og þá ég hugsa þessi Hildur skrifstofustjóri sem að les tölvupostinn og hún mun þá bara finna ykkur í verkið og vera í sambandi. Já, þetta er rauninni svolítið einfalt, sko, hjá mér. Þetta er, sko, þarf í rauninni bara endurskoða á mér raskatið, sko. Ég skil. Ok. Já, getur þú eitthvað svona aðeins bara sett niður og kannski símanúmer bara, þú veist, einu setningu? Já, það er bara þetta, það er bara raskatið á mér, sko. Já. Hún þarf bara, þú veist, að fá þetta, þannig að hún getur þá fundið eitthvað ný verki, sko, þannig að Það gerir að eitthvað svona raskvætt og... Bara svona eigin rekstur, ertu að meina það, eða? Já, þú veist, ég var nú að gera annars svo sem alltaf, en ég veit náttúrulega bara raskvættið á mig, sko. Já, ég án þess að ég þurfa að fullira, þá held ég að sé alveg, þess að, þú veist, við erum alveg að taka einstaklega rekstur og, þú veist ekki að tala um framtal? Nei, bara raskvættið á mig, sko, það er bara...
Ok. Eins og það leggur sig bara Já. allur pakkir hann Ok. niðri. Sko, endilega bara, þú veist, sendi tölvupóst á a@a.is og þá bara verður haft samband við bara mjög fljótlega og þá bara getum við fundið eitthvað út úr þessu. Já, ég bara segja þá að ég vil láta endur skoða með raskatið. Ef þú vilt orða það þannig, þá getur við gert það þannig, en já, bara þú þurfir smá hjálp við bókhaldið og eitthvað svo leys, fjármálin. Ok, takk fyrir þetta. Endilega, gerðu það. Bless. Takk. Þetta síðan skipti við gerum þetta ekki? Já, þetta er ekki gott sko. Þetta í síðan skipti. Við förum með þetta félagarnir. Það bara ekki lagið með þig. Ég er ekki með leiður, það er ekki lagið með þig. Sæta svínið 2 ára og býður þér í afmælisveislu næsta þriðjudag. Afmælismatsiðill á hálfvirði og Víking á tilboði. Afmælispartí karaoke með Þórunu Antoníu, leynigestir, tónlist, töfrar, sirkus og stuð. Borðapantanir á sætasvínið.is og í síma 555 2900. Sæta svínið, 2 ára. Hæ, þetta er Haukur Heiðar úr Diktu hérna. En ég ætla að spila á Peroni tónleikaröð Hverfisbarsins núna á föstudaginn. Tónleikarnir byrja klukkan 10, það er 2 fyrir 1 Peroni á meðan tónleikum stendur og frítt inn á meðan húsrúm leyfir. Sjáumst á Hverfisbarnum á föstudaginn. Nei, ég myndi aldrei gleyma afmælinu þín, ástu mín. Ég þarf bara rétt að skjótast út í bíl. 10-11, allt í einum grænum. Sveitaís er ekta rjómaís. Huppuís er ískaldur mjólkurís. Ísbúð Huppu. Selfossi, Álfheimum, Spöng og Kringlunni. Faktura býður upp á snögga og ódýra fjármögnun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þú einfaldlega færð tilboð í reikningarna þína og þarft ekki að bíða eftir greiðslum. Ef þú samþykkir tilboð okkar, færðu peningana innan sólarhrings. Kynntu nútíma fjármögnun á faktura.is. Nýtt á Joe and the Juice. Chili skot, sítróna, epli og chili. Joe and the Juice. Það má enginn missa af dansstjórnum Íslands á Stöð 2 á sunnudaginn. En nú hefst keppni fyrir alvöru. Kjóstu þitt uppáhaldspar í símakosningu og láttu gott að þau leiða í leiðinni. Og það búið að sýna okkur að það geta allir dansað. Allir geta dansað í beinni útsendingu alla sunnudaga á Stöð 2. Það eru Netto og Toyota CHR sem færa þér Allir geta dansað. Sveipaðu þig í íslenskri náttúru með lífrænum snyrtivörum frá Sóley. E-kort. Þú getur fengið e-kortið þitt á 10 mínútum. E-kort. Regluleg umhirða og viðhald hækkar endursöluverð bílsins þíns. Við þjónustum Volkswagen og Skoda, Bílsson-verstaðið Kletthálsi. Happy hour frá 15 til 19, húsbjórinn á 500, Bryggjan Brugghús, þar sem Davíð keypti ölið. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby. FM 95 blöð hér á FM 957, það er föstudagur og tíminn er fljótur að líða. Þeir eru hér í stúdíónu Rikki G. Egill Einarsson og Benni Valls og já, það kom það. Benni Valls og við erum að koma að því að fara í næsta lið og ég með hann er skemmtilegur, þú veist, þið þurfa ekki ágjur, þetta er bara svona skemmtilegt. Þetta heitir Sturlaður hrossaskítur. Já. Og ástæðan ég er að fara í þetta í dag af því að satt eða logið er að byrja í kvöld á Stöð 2 20.55 sem er svona svipa konsept. Þetta er annarkvort bara algjörsannleikur eða hauga lígi. Og Benni Valls sem er það. Fyrir þá sem að ekki sé satt eða logið. Segi Benni bara, ég meikið ekki. En Benni Valls, segðu mér eitt hérna, fyrir það sem er að hlusta og ekki sé þáttinn, bara segðu mér 15 sekundum hvað er þáttur, satt eða logið, hvernig er það, right now? Fólk segir sögu og við ákveðum hvort það sé sönn eða login. Svo er ekki myndið að segja að ég hef klætt mig sem fasteignasæla og gift niður mig og það er hlutarklæðing með konunum minni. Þá var fólk að giska á lí eða já, og þetta er svona, þetta er rætt. Það er stig eða já, það er stig í þessu. Geggjað. Herðu, allavega, við ætlum að fara í Sturlaður hrossaskítur. Flott Egill, þú komst þess að. Fram, Herðu, þetta er keppni að sjálfsögum milli ykkar tveggja. Og
Benny Valls, þú átt fyrsta Ég var svarið. aldrei að segja neitt annað en Benny Valls nú. Ég segi svo eftir þessu. Valls. Þetta skiptist á, þú byrjar að svara. Og númer 1, fuglar reka ekki við. Er þetta stjórnlu staðreynd eða er þetta bullshit? Ég ætla að segja þetta sé algjör hrossaskítur sko. Þeir fuglar drulla svo mikið og eru með, þú veist, ég bý í risi. Ég er mikið með fuglum. Og ég heyri þeim. Þú vilt meina þeir prumpi? Já, þeir reka mikið við og niðurganga. Sko, ég átti fugl sem ég heit Pási. Hvað fyndi við það? Geggja nafnmaður, hvað? Var þetta eina nafnir sem kom til greina? Það var Pá og Guggun, ég heit Pási, ekki lagi með þér, Richard. Þannig að það er látin í dag, þú ætla að hlæja meira á hann það. Já, þetta er gaman að geta skemmt þér. Þetta er geggja nafn. Ég lofa það að Pási er ekki ánað með það. Varstu lengi að fatta upp á þessu nafni? Hvað er það þessu nafni? Pási. Það heita svona 1.000.000 págöggar í heiminum Pási, sko. Já, en Richard, algjörst nafni í heimi, sko. Já, sérst, og ég var mikið með Pása. Og ég er en animal lover. Og ég hef aldrei verið með fuglu hliðanum og heilt svona og litið til hliðar og það er fugl. Aldrei heyrt það, aldrei gest. Hann var ekki að tala um hljóðið, sko. Ég sé hann hæja sér. Hæja sér mikið. Ekki prumpa. Ég segi þér hæja sér, þið prumpa ekki. 1-0 fyrir Agli. Boom! Fuglar reka ekki við. Þetta er ótrúlegt. Ég átti fugl sem heitir Gosi og svo hérna kom egg út úr hún. Hæ? Breytti ég nafninu í eitthvað annað. Hvað breyttir í? Lísa. Þannig að það helst þetta væri kallmaður sem var eitthvað allt annað. Já. Benny Valls sem er 0 púnta. Já, þá fyrir við í númer 2. Aftur í smá dýra tengt. Kvenkins kengurur eru með 3 löggöng. Þú komur prumpuspurningu og nú leggönguspurningu. Það er að vona blöðs ekki að hlusta en ég vaknaði í vegast núna. Það fáið skilabóð. Hvað með það? Hætti þessi prumpugríni. Þetta er ekki prump. Hætti prumpugríni. Við erum bara störtluður hroskítur, þetta er bara spurning. Ok, kengurur með 3 leggöng. Vistu það líklegt ekki? Kvenkins. Vistu það líklegt? Ég bara er að spyrja spurningu. Ef þú kallist kengura, hvað klórar þau bara í hausnum? Er það ekki? Já, eins og segi bara, ég ætla ekki að Þetta er ekki mest að kjafta þessu æfinn heirt. Ok. Ég er einhvern veginn að halla staði þetta sé flókin lífvera og kenguran? Það eru leggöng í pókanum 2 í pókanum. Í pókanum? Geymir það í pókanum. Já, ég meina barnið kemur út þar og er þar. Og þú veist, ég er bara alveg vissum að þetta sé frík. Þetta er náttúrulega frík, þetta er dýr. Þetta er ógeðslega sterk líka og þetta er bara skítrættu við þetta, sko. Þannig að þetta er... Betur fyrir þau hýðum um hnettinum. Þetta er satt. Það er 1-1 skotinu. Yes! Er þetta í alvörunni satt? Já, kengurur eru með... Kvenkins kengurur eru með 3 löggöng. Já, því miður, þannig, 1-1. Númer 3. Fólk sem kýs Twitter frekar en Facebook er líklegara til þess að vera með hærri greindarvísitölu en þeir sem kjósa Facebook fram yfir Twitter. Er þetta störtlu staðreynd eða hrossaskítur? Sorry, ég datta eins út, en að segja þetta eins og Fólk sem kýs Twitter frekar en Facebook er líklegara til þess að vera með hærri greindarvísitölu en þeir sem kjósa Facebook fram yfir Twitter. Shit, þetta er mjög öðru spurning. Já, þetta er náttúrulega eldra fólk er meira á Facebook eða ekki og yngra fólk er á Twitter. Samt ekki. Gefur það eitthvað? Sko, Twitter var mjög skemmtilegt í Íslandi fyrir eitthvað svona, það fyrir nokkrum ári síðan. Nú er það ekkert eðlilega leðilegt. Já, ég get að tekja þetta. Einu sem ég gert það er væltar. Einu sem bara fótbolti og entertainment. Það er farið í dag, því miður. En, sko, ég er að hugsa, hverja þekki ég sem er með að hafa agendaðstölu? Það er ekki þú, Richard. Nei, þetta var sjokkar að þetta komið fram. Ég er náttúrulega stjórnmálafræði menntaður, þannig að... Hvað er þú meira á Facebook eða... Ég er meira á Facebook. Sko, ég og vinn sem er a doctor, hann er 50-50, en hann er aðeins meira á Twitter. Ég segi Twitter, gáðar fólk þar. Mitt fyrir þar. Þú ætlar að segja þessi störtlu staðreynd. Vinur minn er hjartaskurlæknir og hann er meira á Twitter. Þú ætlar að segja þessi störtlu staðreynd. Ég þekki Tómas Lækni, hann er á Facebook. Hann er á Facebook? Já, toppmaður. Alltaf á skíðum. Þú segir þetta sé hrossaskítur. Já. 2-1 fyrir Agli. Yes. Þetta er ekki á leiðulega Benny Valls, ég er að pakka það saman. Það er, samkvæmt þessari rannsókn, þá er þess að þú ert líklegri til þess að með herri greindur þessu tölu þegar þú velur Twitter. Þá er það númer 4.
Leikarinn og leikstjórinn James Franco er með hæstu greindarvísi tölu af Hollywood leikurum. Hann er með töluna 164 til 168. Já. Þetta er toppleikari. Algjör toppleikari. Miklu uppátti. Mér finnst hann svo steiktur. Já, hann er svolítið í grasinu með félaga sínum hann, Seth Rogen. Hann er ekki svolítið? Hann er svolítið í því, held ég, sko. Sér það bara á myndunum. Þetta þýðir en það fór eitthvað staðalega greindarvítspróf gekk mjög vel þar til þess að hafa þetta á hreinu þá var Albert Einstein með 160 og hvað sagði hann væri með hann? 164 til 168 Já, come on maður ég treysti ekki þessum prófu hann er búin að smóka þetta allt af sér sko þetta er pottjætt hérna sko Steven Spielberg með Harry Greindarvístölu en James Franco það er 100% sé Steven Spielberg eða Jú, ég hef alveg séð hann, sko. Sjökkur lítur út. Já, hann bara lítur vola vel út, sko. Nei, ekki fyllibita. Það er nákvæmlega þannig. Ég sé sem með þetta kúkusjóð efinn heyrt. Ok. Ef þú sagt Matthew McConaughey er gáðast í gæni hólu, þá er kvitta undir það immediately. Í alvörinu það? Ég giska hann á ekki 100, sákaði. Út af huggulegur? Endal sem fordómar sem huggulega fólki fær alltaf. Það er myndal, lítur úr heimskur. Nei, ég var ekki að tala það. Þú varst að segja það. Hann talar með southern accent. Þetta er ekki að grína hann. En þið segir, hvað segir þið? Þú segir þetta sé hrossaskítur. Það er verið ekki eftir þessu efni heist. Já, ég það líka. Ok, þið fáið báðu stig. Það er 3-2 fyrir Agli. En hann er samt með 164 til 168. Hann er afbyrða greindur. Það er samt einn maður sem er fyrir ofan hann. Má ég geta? Já. Það er eitthvað grínisti. Grínistar eru Harry Greindarvístölu en dramaleikarar. Jim Carrey. Nei, ekki Jim Carrey. Kærður Jim Carrey. Steve Martin. Nei. Steve Martin. Gáðasti, sá sem hefur þetta, gáðasti Hollywood leikari samkvæmt Greindarvísi mælingu er James Woods. Hann er með Greindarvísi tölu með 170 til 174. Er það ekki einhver gamall bara sem ég Já, það er toppmaður. Herðu, og númer 5 og síðasta, eiginlega með 1 í fórustu. Simmi Will, eða Money Sim, sem var hérna áðan, by the way. Það var hann hitt hann. Hann var í unglingalandsliði Svíþjóðar í handbolta. Svíþjóðar? Hann er ekki Íslendingur eða? Money Sim Svíi, það er svona að segja. Ég er ekki að segja, ég er bara komið spurningu. Þú bara, annarkvort er þetta rétt. Það er ekki Ísland, fyrir hann Svíþjóð. En nú þekkið þú hana, skilur þú? Já, hefur hann búið í Svíþjóð? Ríkastu vinur minn. Hefur hann búið í Svíþjóð? Það er góð spurning. Bjó Egilsstöðum. Já, ég veit það. Sér flutt hann í bæinn og búin að raka peningu síðan. Við veit ekki alveg hvað Svíþjóð passar inn. Hann hefur kannski farið út og náttúrulega að kynna sér wealth þar. Mögulega. Sko, en ef ekki það sniður að búa svona kjaftaði til. Það er ekki allir fyrir mér. Mér finnst hann... Hvernig er ekki að búa til úrlingarlandslið og Svíþjóð? Nefnum að það reykt eitthvað, ég held að reykja ekki. Það er kókaði, hann er ekki mikið í hassinu. Egil, án gríns, hvað er að þér eiginlega? Ég grínast í þér. Nei, ekki grínast með svona, þetta er ómikið. Þetta er ómikið. Nú þarf ég að draga mörkin, sko. Hvað er að þér án gríns? Ég ætla að segja þessi satt. Simmi Will er til allra hluta líklegur. Ég segi þessi rétt, það hlýtur rétt og búst þetta ekki til. Egil vinnur þetta 4-3. Yes. Hann var í unglingalandsliði Svíþjóðar. Til miður Benni Valls að því að pakka saman. Það er hár rétt. Sæliskan? Já, til hamingju með daginn sem er leiðis. Já, hérna, bara pappis brúðkaup. Já, hérna, ég sé þið bara heima, eftir smá. 10-11, allt í einum grænum. Hæ, Hallbera landslískona í fótbolta hér. Fannst þér auglýsingi mín orðin þreytt? Hér er ný. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asískur matur. Gefðu upplifun í fermingargjöf. Bíókort sem gilda frá mánuði upp í ár á allar kvikmyndir í Smárabíói og Háskólabíói. Kynntu þér málið á smárabíó.is/bíókort. Loksins á Íslandi. Clay augndroppar frá Clear Eyes. Fást nú í apótekum. Osso Buco. Ossa gott. Tilbúnir réttir frá Kjötkompani. Krónan. Hæ, þetta er Haukur Heiðar úr Diktu hérna. En ég ætla að spila á Peroni tónleikaröð Hverfisbarsins núna á föstudaginn.
Tónleikarnir byrja klukkan 10. Það 2 fyrir 1 að Peroni á meðan tónleikum stendur og frítt inn á meðan húsrúm leyfir. Sjáumst á Hverfisbarnum á föstudaginn. Martex. Góð þjónusta byrjar með flottu útliti. Fatnaður fyrir fagfólk. Martex, Bíldsöða 16. FM 95 Blö. Alla föstudaga. FM 95 Blö hér á FM 957. Rikki G, Egill Einarsson og Benni Valls hér til klukkan 6 í dag. Ég gerði þetta ekki sko. Mér málega ágrís, Benni. Þetta geggjað FM-ná, Benni Valls. Já. Benni Valls, hér á FM. Þetta rosalegt. Það fyrir ekki byrja að vinna með þetta. Ákveður svo veist, hraðferði Benni þreitt. Já. Mjög þreitt. Það búið. Hefur ekki kallaði Benni Valls. Benni Valls, hér á FM. Já, það bara mjög langt síðan sko. FM. En talandi Benni Valls, við erum að fara að setja hann undir rútuna, Egill. Já, Benni, þú verið dagskólið sem King sem vel byrjaði daginn. Já. Þú var hringjur í blómabúð og það senda blóm til konaðinnar. Þetta er mjög skemmtilegt kameri. Sérstaklega fyrir okkur sem þurfum ekki að gera neitt nema bara hlusta. Ok. Eins og fyrir okkur, mig og Richard og hlustendur. Þetta er leiðilt fyrir þig, hundleiðilt fyrir þig. En fyrir alla aðra, mjög gaman. Ok. Sko, þú hringir í blómabúð, senda blóm, einhver blómund, bara þú elskar blóm, veldu bara eitthvað. Sendir á heimilisfang og þú ert með texta sem þú ætlar að skrifa í kortið og þetta textin. Why are we here? Jésús minn almáttur. Ég ekki að fara að gera þetta. Þetta ekkert þessi. Þú lest þetta bara upp, hún skrifar þetta á kortið. Má ekki aðeins dempa þennan grófleika. Nei, ekki voru að lesa þetta sko til þetta. Æ, ég minnst bara að einhver kona eða eitthvað sem að vinna einhverju blómabúð og að fara að lesa þetta. Sko, þú lest bara sérst nákvæmlega þennan texta. Nákvæmlega. Og það kamerið. Og nú ætla ég að halla mann til stólum og þjóðin líka og gjöra svo vel. Ég er að hugsa að alls tekur við. Ég er að hugsa að halla mig líka með gilsarunum. Tilbúin, Benni. Förum í það. Já, góðan og blessaðan daginn. Mér langar að kaupa hjá okkur svona blómvönd. Já. Og ég er aðtöða hvort ég getið skrifa kort og send fyrir mig. Já. Já, bara einhvern svona fallegan flottan blómvönd. Ég veit ekki hvað, er það með einhverja verðbila á sig? Það bara mismunandi, sko. Hvað, er þetta bara 10 skonar blómvöndur eða eitthvað svoleiðis? Já, það akkurat sem ég ætla að stinga upp á. Það bara flottu vöndur, sko. Já, ég held að það sé bara, það alveg flott, sko. Þá fín stærða vendi, sko. Já, ekkert of stórt fattur, þetta ekkert svona brjálað, en þetta samt mjög bara næs. Heyrðu, já, ég ætla að skrifa ertu með blaðpenna á? Já. Byrjum bara á sem sagt ástarhnoðri. Já. Ég hlakka mikið til kvöldsins. Hlakka Já. Og bara ég sitt inn á skrifstofu núna. Núna? Já, komma þarna. Já. Buxnalaus. Ok, buxnalaus. Er byrjaður að hita upp fyrir kvöldið. Punktur. Já. Svo kemur öllítið meira það búinn með 2 föstudags hristinga. Og svo punktur ég mun endast lengi í kvöld og svona blikkall eða eitthvað. Ok, mun, maður sjá. Endast í kvöld. Og svo bara ástarkveðja koma mistarinn. En getur kannski lesist textan upp svo bara ég viti alveg nákvæmlega hvað að skrifa þér? Já, maður sjá hérna, þetta var ástarhnoðri. Hlakka mikið til kvöldsins. Ég sit inn á skrifstofu núna buxnalaus. Ég byrjar að hita upp fyrir kvöldið. Búin með 2 föstudags hristinga.
mun endast lengi í kvöld. Ástarkveðjur, meistarinn. Og sem seti bleikkallana. Já, mikilvægt að hafa hann með, sko. Það mjög mikilvægt. Já. Einmitt. Herðu, já. Þá þetta bara fínt. Þá þetta 10.000. Herðu, fyrir ekki að við erum inn í FM 95 blöð, við erum aðeins að fíblast hérna. Já, ok, einmitt. Við byggjumst alveg innlega afsökunar á þessu hræðilega djóki. Veistu, ég hef alveg fengið að verða, sko. Herru, en frábær þjónustu lund og stór glæsilegt í þér. Takk fyrir það. Herru, við heyrumst. Ok, bye. Þeir eru að hlusta á FM 957, Benny Valls, Richard og Vöðvingin með ykkur til 6 í dag. Rikki, varst næstu búin að negla þetta. Ég var að setja myndaður á Twitter, ekki, og var að plugga því við varum í loftinu. Skrifaði Benny Valls. Shit, Benny, það er glemt að taka þig. Ertu ekki að tjóka með þessa mynd sem þú settir inn? Þetta er mynd sem er tekin af þér, sko. Þetta er þú á myndinni, sko. Ég þarf að ángríns. Þetta er þú á myndinni, eða ekki? Nú er það þannig, þegar þessi þáttur er búinn, þá þurfum við að fara á skrifstofnum mínu, við þurfum að ræða alvarlega saman. Það reka Vöðvingina? Nei, við þurfum bara aðeins að fara yfir ákveðna hluti. Þetta er ekki lægi, sko. Ég fenn mynd af þér, ég sett þar inn og ég pluggaði þættunum. Hvað er þessi mynd gömul? Á ég að setja myndaði, þú ert 14 ára með spangir, 30 kíló, og ég henda því inn. Sko, þetta er stekið, hvað er það gömul mynd? 2015-16? 2015-16. Þessi mynd er tekinn 2003. Hárgæsla, ákveð ekki þessi hárgæsla í dag? Herðu, við erum að fara í spurningakeppnina. Til þess að losna við þetta. Benny Valls, hvað veist þið um þessa mynd? Eins og segja, hann er augljóslega leit blúmer. Ánægð með hann. Herðu, við ætlum bara að fara í þetta. Sex í dagan hana? Við fyrir með þetta. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Hvað segir Benny Valls? Finnst þetta ekki alveg vel eðlilegt þessi trailer? Skemmtilega langur, verður að segja. Þetta er bara með styttri trailerum sem hann hefur gert. Ég verð gaggrindur fyrir lengdina. Þess er ekki nema 1 mínúta og 42 sekundur trailers. Ótrúlegt. En það er komið að spurningakeppni Gilsarans. Já, það er rétt. Og ég er með út af því að Benny Valls er með í kvöld satt eða logið sem fólk er að ljúga mikið í þettunum. Rétt. Ég er með King of Lying. Já. Til heiðurs Benny Valls. Hver er betri að ljúga? Og þú vilt vinna það, sko. Ég veit það samt ekki alveg. Það er ekki fallegt að ljúga. Það er aldrei verið logið að hlustandum hér. Til dæmis. Nei, þú ert mjög hreinskilin með allt sem við gert hjá þér í þínu lífi og blöðkókun líka. Við satt alls konar sögur, svo það var allsbjörg og gólun heima og bréf og öll þjóðinu hefur heyrt á sögur, sko. En nummer 1 og 3, Benny, í þessum leik, það er banna að ljúga. Það er banna að ljúga? Já, við erum bara completely honest. Og ég er nokkuð sem að vilja vinna þetta, King of Lying. Ég veit það ekki, en kemur í ljós. Já, sko, maður sjá, Benny Valls hérna, skrifaði út í það að halda utan punktana, sko. Og Richard, hefur þú logið til aldur? Já. Punktur á Richard? Já, ég líka. Ná, það er báðið logið þar. Byrja þetta vel, 1-1. Dead Tide. Það er ekkert suppulegt, ég ánægð með það. Já, við ánægð með það. Býttu samt. Nei, sko, það er ekkert hægt að vera með eitthvað leiðindi í þessu. Nei, ok. King of Lying. Einmitt. Hefur það gæst að þú hefur sagt ranga tölu þegar konan spyr þig hversu marga bjóra þú drakst? Já, það hefur komið fyrir. En þú veist, maður slumpar ofta á töluna, eða ekki? Þannig að jú, það hefur gert. Ég slumpa ekki. Ég er enda alltaf bara að vera hreinskilin. Ég slumpa ekki tölu, ég er bara laug. Blákalt. Þú ert alltaf svakaleg fyllibetta, Richard. Egil, ángríns. Ég er ekkert verri en þú. Ákveðu leiðilegu vöðvingan. Er ég alltaf niður yfirreyslu? Herðu, áfram. Það er 2-2. Benny Valls með 2 punta og Richard með 2. Hefur þú logið að þú sett adrenalinfíkill en svo nokkru mínútur setna hætti að fara niður Vassarnarböld því að þú ert hræddur?
Veistu, þegar ég held þú gætir ekki árið veikari. Hvað tengist þetta einhverju aðtökju? Það vorum á TN-félagarnir daginn. Fórum í Siam Park sem svona garður og ég þetta hlusta á Richard með 6 mínúndar ræðu hvað var mikið adrenalínfíkill. Taxafenni fór bara í það. Það var bara ræða, ég held kjafti, allir heldur kjafti. Richard talaði, adrenalínfíkill. Hann var ekki að fyndin hann bara fúrast alvara. Ég adrenalínfíkill, sagði hann. Já, við förum í Siam Park og það rennibött sem svona beint niður, hvít og fer inn í eitthvað hákallabúr. Kannastu hana? Við skottust upp, ég og Richard. Vöðvingin hendi sér bara alltaf að klára, það rumpaði saf, hendi mig niður. Ég komi niður, horfi upp, sé þarna Richard hann í spýtorskilni, horfa niður og koma sér að skottast joggandi niður stegan aftur. Mandar aftur segja, ég sé adrenalínfíkillinn búin að snúa við. En þú glemdir að segja eða það finna í sögunni, hver kom á eftir þér? Kona þín. Já. Kona mín fór en ekki ég. Já, ég byrja að segja útskýrum hlustundum, akkur fórst ekki niður? Af því að ég bara var rangt við lífið mitt og ég hugsaði bara ef ég færi þetta niður þá fengi ég hjartafall. Út af háköllunum þá? Nei, bara fallinu. Þetta bara basically bara beint niður sko. Ég hugsaði bara ég færi út úr rennibrautinni og ég myndi bara hoppa upp og þú joggaði niður, tókst walk of shame niður. Já. Þannig að þetta er svo löng ferð líka niður. Ég farið að það, þetta er náttúrulega ferið marga raðir og býður lengi. Já, ég var 4 mínútur á leiðinni niður stegan. 3 sekúndur í rennibötunni, þú joggaði niður. Þú ert adrenalínfíkill. Ok, það er búið að koma svo framfæri. 3-2 fyrir Richard. Hefur það sagst þurfa að fara að pissa en þú þarft að fara að hæja þér? Já. Sko, Rikki út að pakka sér saman. Þú ert ekki eðlilega góður í þessu. Vel gert. Benni Valls? Já, sjálfsögðu. Æjæj. Benni óvinni góður í þessu líka. Á ég að vera undan þér að svara það? Nei, þú bara ræðum á að taka Benni, hefur þú aldrei farið í Vatnsverndargarð og ferðast og allt þetta, farið í garða? Þú hefur aldrei farið upp og hort niður og bara nei, anskotin, ég sleppi þessu. Aldrei gert það. Nú ætla ég að spyrja einu, við vorum í þessar spurningu, komin í nýja. Nei, ég ætla að útskipta fyrir Benni Valls út af því að mögulega glemd hann þessu, kannski hann var að krakki eða eitthvað, hætt hann við. Hörru, Benni Valls er líka búinn að svara þessu, förum bara í næstu. Skýtt ekki í þér, Richard, má ég bara vera með mína keppni í friði það? Helst ekki. Það hvetja hlustendur til að fara á Twitter-akkánti minn og skoða myndina af Rikka sem ég tók á hann í fyrradag þegar hann var að skemmta sér á Hverfis. Hann er búinn að hendi nýja klippingu kallan. Hann lýsti það þess. Ég er gaman að það með lýsa og taka sjansa. Það er næstu spurningu. Hefur þú... Nei, ég ætla að sleppa þessari. Nenni ekki að skýt var Richard. Hún drullar náðu mikið í gilsan í dag. Má sjá, hefur þú sagt við eitthvað vá hvað þú lítur vel út en þið fannst svo manneski ekkert líta sérstaklega vel út þegar þú sagði þetta? Ég ætla að Benna svara þessu undan. Já, er það ekki? Hefur maður ekki gert það? Jó, þá er þetta auðvelt já hjá mér. Það er að fara eitthvað lengra út í það, þá hefur maður gert það. Enginn að fara með dæmi eða eitthvað. Þetta er svona eitthvað svona lítil saklausslígi og lítur vel út. Þetta er bara til þess að gera hérna manneskuna með meira sjálfstörust. Veistu hvað margir sem að hlusta núna sem fá að heyra í kvöldi fara eitthvað okkur lítur vel út og hugsa ykkur tvo að ljúga þessu sko. En ég meina að einstakleikurinn hefur kannski litið betur út áður, skilur við. Góða punktur. En þetta maður ekki að segja. Þú lítur vel út, þú lítur betur út samt. Það er samt verið dónulegt eða ekki? Já, jú, reyndar. Hefur rekið við í hópi og sagt þetta var ekki ég þegar spurður? Já. Við setja punktur á þér ekki. Ég er bara með svo búin að setja punktur á þér sko. En ég veist ekki með Benna Valls. Það er 6-5. Þegar dama hefur spurt þig hversu marga félaga þú hefur átt í samlífinu í gegnum tíðina, hefur þú sagt ranga tölu? Hvað margar spurningar eftir? Djú, þetta er gaman maður. Við erum nóg eftir. Þið er eftir að byrja. Það er 6-5 fyrir Richard. Benni Valls er trailing og hann þarf punkt. Nei. Ha? Ég sagði þér án að vera bannað að ljúga hlustendum. Benni Valls er bara ekki ég hef ekki líka á þú, Richard sko. Nei, ég er bara heiðarlega maður. Hann hefur dama spurt í hvað eru með mörg og það er bara sagt 1355 og ekki login einu. Nákvæmlega, það er sem ég geri. Herri, ég var að hendi já þetta. Riki, ég er rósaður fyrir það. Þú ert geggjaður í þessu sketsari keppni. Það er 7-5. Hefur þið feikað fullnæðingu á skeiðvellinum? Nei, Egill. Hvað? Nei, nú þurfum við að fara að setja stopp í þetta.
Þetta er komið gott. Klára spurningar, það er nokkar eftir, sko. Þetta er komið gott. Nú er þetta að fara að vera subbá, sko. Alls ekki. Þetta er ekkert eitthvað feimnismál. Þetta er önnur frétt og MBL og Vísi er eitthvað svona hefur verið feikað að bla bla bla. Þetta er eina sem að sér og ég er ekkert að finna hjólið þarna, sko. Þarfst þú aldrei að svara núna? Ég spyrillinn. Ég er bara að spyrja, ég getur betur það. Það svara fyrir ekki þau. Ég þarf að segja í Satt eða logið. Ég tek þátt. Já, það er svoleiðis. Hvað er þetta hjá þér, Benni? Nei, ég hef aldrei gert þetta, sko. Ok, því miður get ekki gefið. Málið það, hér eru bara með legara í keppninni. Hann hefur bara ekki, hann er kannski auðvöld með að hámarka ekki. Herðu, ok, já. Ok, ég er ekki að vera leiðilegur. Má vöðungi fá útskýningu? Nei. Alls ekki. Ok. Seinna kannski, félagarnir, bara. Mögulega. Ok. En ég veit þú segir alltaf öllum það. En þegar var ein spurning bara, þegar þú fækkar þetta, hendur í hljóðinu. Nei. Ok. Fyrir mína spurningu. Mér er aldrei leiðið nýtla á ævinni í spurningar. Þetta verður alltaf suppulegur. Hvað eru margar spurningar eftir eiginlega? Ha? Mér finnst þessu stað sem er búin að vera 6-5 fyrir 20 mínútur síðan, sko. Þetta er rosalega langur. Þetta er ekki 10 spurningar, eða? Klára þetta. Ok, maður klára þetta friði. Hefur reynd að ljúga þinn í 101 að þú sért Ásgeir Kolbeinsson til þess að vera lökki með gælu? Nei. Þetta er rosa skrítið að gera það, sko. Þetta eru báður frekar líkir hún, sko. Nema Rikki er 60 cm. Þú varst að segja áðan ég var líkur Lóa Bergmann. Þetta er bara Egill, hann flauta með rassinum, sko. Rikki, þetta punktur á þig? Nei. Ég get ekki sagt já við þessu, bara nei. Síðan spurningin, sko. Þú getur aðeins komið tilbaka, Benni, þú getur aðeins redeem yourself og það er verið að pakka það saman. Hefur þú sagt konunni og það ætlar að skella það fram og horfa á gólfið en keirt svo í laugum? Þetta var spurningakeppni Gilsarans í dag og við tókum kærlega fyrir það. Hvað er að þér án gríns? Næsta tímabil í enska boltanum byrjar eftir nokkra mánuði. Byrjaðu að spara með Arion appinu núna strax og sjáðu þína menn taka þetta. Láttu sparnaðinn rætast. Arion banki. Fyrir framtíðina. Vandaður skór á alla fjölskylduna. Skórnir þínir Smáralind, skórnirþínir.is, fjölskylduskóbúðin þín. Ferðaskrifstofan Visitor kynnis. Hópferð á tónleika Beyoncé og Jay-Z í Berlín 27. til 29. júní næstkomandi. Þau halda aðeins 15 tónleika í Evrópu í sumars og það seldist upp á 90 sekúndum. Flug, gisting í 3 nætur og miði á tónleikana. Verð frá 129.900 krónum. Nánari upplýsingar og miða í ferðina færð þú inn á visitor.is. Mér langar í hamborgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert ég var að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. Rúllaðinn í sumarið á nýjum gæðadekkjum frá Michelin. En einn alltaf til staðar. Dansfjör í Reebok Fitness. Ásdís Ósk, danskennari, kennir 6 dansstíla. Tímarnir hefjast 9. apríl og standa yfir í 10 vikur. Smeltu á reebok.is. Welcome to Hope County. It's a nice, quiet little place. Every now and then a storm might roll in, make a mess. But for the most part, nothing ever happens around here. Far Cry 5. Komin í verslanir Elko á PlayStation 4. Skoðunarferð til Tékklands borgar sig. Við erum í Borgartúni, Holtagörðum, Reykjavíkurvegi og á Akureyri. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Falleg og vönduð barnaföt á stráka og stelpur frá 0 til 12 ára. Pólarinn og Pírett, Kringlunni. Better Choice, prótein pönnukökur. Ekkert hveiti, engin viðbættur sykur. Holt og gott. Vaxtarvörur, Hafnarfirði. Vaxtarvörur.is. Píta með buffi. Píta. Alltaf fersk. Í kvöld á Stöð 2. Vinsælasti hæfileika þáttur í heimi þar sem allir sigurvegarar fyrri þátta hafa slegið í gegn á heimsvísu. American Idol í kvöld. Það er Hagkaup sem færir þér American Idol á Stöð 2. Fæðubótarefni á betra verði. Sportlíf.is og Sportlíf Glæsibæ. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs.
Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. FM 95 blöð hér á föstudegi og það komið að því að setja Benna Vals enn og aftur undir rútuna. Já, málið að Benni Vals eitt besti félagi Frikadór og Benni Vals mætti hérna 14:30 og það vissi enginn að Benni Vals væri með okkur. Ég lét Benna Vals hringja í Frikadór og stríða honum aðeins. Konsept 50-dagslögin. Daginn áður en að Sverrir Bergmann og The Pooh eru með föstudagslögin. Já, þeir eru búin að vera með tónleikaröð sem ætlar að pitcha fyrir Frikadór og koma Frikadór hans ávart og hann ringir og gemsanum sínum þannig að Frikka grunar ekki að segja verið að gera eitthvað að í honum þegar hann ringir. Basically Frikki og stela basically konceptinu. Já. Og hérna og Frikki lefum bara hlustundum að heyra hvernig það gekk. Já. Sittir þið? Hvernig þetta? Hvað segir ég er góður? Já. Nú? Já, getur bara. Varstu ekki bolta í gær? Ég þurfti að spila eitthvað gert að maður. Hvað leiðilegt? Já, mjög leiðilegt. Annars tapaði allum leikjunum, sko. Mér fann hann liði, hann er eitthvað að honum, sko. Þú veist, það er í alveg eitthvað, hann er bara, já, ég veit ekki hvað að segja, sko. Það er ekki gott maður. Ég veit það, sko. Herðu, það var einn löflegt pæling þetta. Já. Mjög löflegt, sko. Þeir hefði búin að vera með hana föstudagslögin hana, Auddi og Sverrir Bergmann hana, kannski ekki hvað þetta? Jú, tónleikana minna. Já. Ég var bara eitthvað að brainstorma með fansanum og eitthvað. Og ég var eitthvað löflegt að pælingu að þú myndi bara taka þér 50-dagslögin. Býtu í hverju? Nei, bara í bæjarbíó eða út um allan skilur all land. Já. Það myndi ég eta þá, sko. Eða, þú veist, stela því? Nei, ekki til að stela. Ég er búin að mauta í þáttunum og eitthvað og ég nefndi þetta eitthvað og hann eitthvað já, ég get bara hjálpa að plugga og eitthvað. Já, þá væri því með eitthvað prógram á milli. Félagarnir. Já, ég væri með kannski eitthvað prógram á milli og svo tæki frissinn alltaf reglulega eitthvað og Ég elska þetta sög, sko. Hvað sér já, algjörlega. Hvað lærðu þér þessu? Ég var bara að hugsa, skilur, nei, ég var alveg að hugsa. Nei, í alveg, sko, ég voru með það. Þú kveiktir á þessu bara strax, eða? Já. Frikki, þú ert inn í FM 95 blöð í beinni útsendingu. Já. Benni minn. Ég var að pakka saman hana. Þarna var ég alveg tekinn. Okkar maður var alveg kálsið. Það tók svona ill í þetta. Það var free cash. Það var bara að hlæja. Hattar peninga? Þetta var svo gott, sko. Herðu, Benni með okkur Það ættum ekki að gera 50-dagslögin. Ég vil það góðum. Herðu, Frikki, þú stóðst þig frábærlega og takk kærlega fyrir þetta. Hannes Kjarval listmálari var mættur á samt Fríðu föruneyti á útsölurnar í Smáralindum helgina þar sem allt ætlaði koll að keyra. Árni Magnússon skartaði nýrri hempu og Jónas Hallgrímsson fjölnispenni með hina sjóðheitu Fríðu upp á arminn. Gerðu eitthvað skemmtilegt með peningunum þínum. Fríða, fríðindakerfi Íslandsbanka. Láttu ekkert stoppa þig.
stuðningslífar, kompressjónbuxur, hlaupasokkar og hlaupaskór. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Trampolín fjör í Reebok Fitness. Námskeiðið hefst 10. apríl. Kíktu í Trampolín fjör og hoppaðu af þér allt vitt. Smeltu á reebok.is. Opið fyrir umsóknir bakkalárnám við Listaháskóla Íslands til 9. apríl. lhi.is. Kauplaup í fullum gangi í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af nýjum vörum. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Græjaðu ferminguna hjá okkur. Snjallsímar, spjaldtölvur, hátalarar, heyrnatól, símahulstur og margt fleira. Kíktu í næstu verslun eða á Vodafone.is. Vodafone. Hamborgari, foldaborgari, húsaborgari, bryggjuborgari, korpuborgari. Og ef þú ert að spá í vínunum, færðu þið Rima Salat. Hverfisbúðin, Grafavogi. Rúllaðinn í sumarið á nýjum dekkjum. En einn alltaf til staðar. Velfag Edge, nýtt útlit með enn 30 ára reynsla. Velfag, vindur fyrir lífið. Faris.is. Þegar maður hélt að þetta yrði ekki betra, Chalupa Supreme, Taco Bell. Á þitt fyrirtæki heima í Startup Reykjavík. Það opið fyrir umsóknir til 8. apríl á startupreykjavík.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Já, það er Benni sem helsar ykkur hér í FM 95 Blö og það er Rikki og Egil sem eru með mér hérna í góðum gýr. Hárrétt, þetta var góð kynning. Þetta var góð kynning. Benni Valls er natural. Herru, hér á prógraminu hjá mér er komið að leið sem ég kvíði mjög mikið fyrir og hann heitir Spurt og svarað. Já, byrjum á trailer. Já, það er reyndar svona, það er svona einn af svona þínum skárri trailerum. Hvað er fyrir það, Richard? Ég held sem hún að eyða honum út. Ha? Varst það frósa mér og sem á díl? Hérna. Do you have a question? Ég með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, munu dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svarað. Þetta er alltaf stöttur. Já, þessi er svona í eðlilegri kantinum. Nei, hann er bara, ég þarf að lengja hann. Ég þarf að fá draftið eitthvað neginn. Er hann ennþá inni í hana kerfunni þaður? Nei. Ok. Sko, þetta virkar þannig, Benni Valls, að eftir að það spurðist út að þú var á leiðinni, fylltist innhólum mitt að okkur drasli. En það náttúrulega bara komst í ljós klukkan 4. Er búið að dreita stáðið frá klukkan 4? Rétt. Ok. Og mikið af spurningum. Og þetta virkar þannig, basically, ég ætla að útskipta fyrir þér. Hlustendur, þjóðin, sendir skilaboð. Ég vil þetta eitthvað vandamál sem vil fá lausn við og við fáum alls konar fólk til okkar til að leysa þetta. Og nú erum við komið Benni Valls. Ok. Og þú getur vonandi leist vandamál fyrir fólk. Skilur þú? Já, ég skil. Rikki, þú kannt þetta ekki? Ég hef því miður verið í þessum... Svolítið þægileg dagur fyrir því í dag því að Benni fæði svolítið áreitið í dag. Ég reyndar að elska það, ég er að hugsa að byrju, ég ætla að taka þetta. Áreitið? Ég ætla ekki alltaf áreitið. Svona því að Benni er mákvæmna þekkingu. Ok. Hann getur nýtt þessa þekkingu. Ég er að halla mér aftur í stólnum. Já, ekki brjóta samt Rikki. Ég bara segja að brakaði í honum, sko. Það heyrðist alveg. Ég er ekki raunverulegur. Nei, komdu með þetta. Benni Valls, heyrðu það að brakaði stólnum með Richard? Löflegt. Já. Spurning nummer 1, sæll vöðvingi. Teneteddi er ég kallaður. Já. Ok. Má ég klára spurningu? Ég elskar Tenerife út af lífinu. Geggjaður staður. Nema ég hef aldrei skellt mér. Þetta er svolítið spesundar, við ekki náða en áfram, ok. Ég fylgdist með þér og kleinur hringja ógeðinu. Ha? Segð þetta eins og enn. Sagði hérna, ég er að lesa úr e-maili. Já. Ég fylgdist svolítið með þér og kleinur hringja bandstrykk ógeðinu. Já, ok. Og þetta er ekki ég sem er skrifað, er það? Nei, alls ekki. Hvað heitir hann? Hvað hann heiti? Teneteddi. Já, ok. Kleinur hringja ógeðinu. Nei, veistu, nú fer þetta bara að koma gott, sko. Ok, halda fram.
Nei, þetta er náttúrulega ekki eðlilegt sko. Það verður bara að fara að stoppa sko. Já, sko Ég er ekki bara að koma að spurningunni sko. Að lesa aftur að ekki halda áfram frá ógeðinu bara. Já, gerðu það. Það er allir að bíða eftir. Já, sett fylgst með þér og kleinurinn gefur áfram á Instastoryinu þínu kæri vöðvingi. Og núna er ég alveg að fara að bóka mút. Styttist í það. Þannig að Teletubby hefur gæðin aldrei farið. Nei. Ég sá á snappinu að hann Ríkard náði að vera alveg mökkaður hann fljótlega eftir hádegi þegar United vann Liverpool. Ég sá að hann gat ekki staðið í lappirnar, nánast mígandi og skítandi. Hvað er í gangi hérna eiginlega? Er ekki lagi með þig eiginlega? Nei. Hvað? Nei. Nú var ég bara að segja stopp þetta kjaftaði. Þetta er of mikið sko. Þú veist, er ekki takmörk fyrir að geta logið í beinni? Riki, þú fækst hann af svo mikið United Egill, horfðu bara í augun á mér. Ok, þú lígur ekki að þjóðinni. Fækst hann af svo mikið United Liverpool að keppa? Herðu, ég fekk mig bara aðeins. Varst þú eitthvað skárið eða? Nei, það er ekki verið að mig núna. Nei, ok, komdu með þessa spurningu. Ok, en bara smá einskott. Þú fækst þig vel hann yfir leiknum. Það sjálfsög, já, vel peppaður. Ok. Hvar var ég komin? Ég var komin í mígandi og skýrandi í sig. Hvernig get ég, Teletubby, náð svona ölvun þegar ég skelli mig loksins til kveðja Teletubby? Hvernig? Þú bara hellir í þig, þetta er ekkert flókið. Hvað? Ekki svara, hlustum við svona miklu hrókar. Nei, ég getur herru, Egill, þetta bara blasir við. Þú bara færð þér. En málega, hvernig, þú mættum hann á pubin og fyrir leik og svona, þú lýsir það svona þróunni. Já, ég bara var vel peppar við á United Liverpool og ég fekk mér nokkra strawberry daiquiri og kaldan og eitthvað svona og svo voru bara menn hægt eða hratt? Ég drakk bara nokkur hratt. Með fjölskyldunni og kantinu bara? Nei, hún var reyndar ekki nálagt. Nei, það var ekki svaðin. Og það gekk vel, það ekki? Og þú endaði frekka mökkaður? Ég endaði aðeins í því. Og hann að Teletubby, þannig hefur þú svarið þitt þegar þú loksins skellur. En til þess að hafa spurninguna, þá var Egill nákvæmlega eins og ég. Já. Ég er því miður ekki yfirreislu hér. Nei. En alltaf leið. Á ég að svara ykkur það? Já, þessi spurningu var beint á mér. Já, ok. Ég er alltaf að hugsa svar. Hvað er ráðleikur að þetta? En nú komið að næst spurningu. Á ég að leyfa hann að það? Sæll, kæri vöðvingi. Ég lengi verið að býða eftir því að hann Benedikt Valsson komið sem geststjórnandi. Já. Og svo er frábært að kleinurhringurinn sé líka því að ég er í raun með spurningu á þá báða. Við erum nefnilega 2 félagarnir að skrifa þessu spurningu núna. Ég valdi lendi þessu. Ég valdi lendi að 2 hafið skrifað sömu spurninguna. Minnst það geggjað. Við heitum Benjamin og Frikki. Ótrúlegt. Við eigum okkur draum og það er að koma til sjónvarpið. Við erum svolítið svipaðir. Svolítið eins og Benni Vals og Rikki. Frikki er meira þess að kallaður Frikki G. Hvað ætlar að gera því? Ég er að borga þér fyrir að vera hérna vikulega sko. Veitu hvað? Ég er að lesa e-mail, Richard. Já, ok. Annar okkur er ekkert eðlilega hugulur og með andlit fyrir sjónvarp meðan að hinn er með andlit fyrir útvarp. Alveg eins og Richard. Herðu, þá er hérna Má ég klára? Ég er að slökkva það núna sko. Má ég klára spurningu? Ok. Annar okkar hefur fengið. Má ég klára spurninguna? Ég sé að koma höndunum taka. Má ég klára spurninguna? Og það kemur spurning í lokin og þá væri gott ef að Benni Vals geti fengið að svara allavega. Ok. Má ég svo taktu puttan af? Já, ok, kom með. Já, slakað á. Er ykkur að fara að deyja það? Þú mögulega. Ok. Annar okkur hefur ekki fordóma fyrir að vera ofhugulur. Sjálfkrafa getur ráð fyrir að hann sé nautlenskur. Sem Sam og Benni Vals sem mögulega lendi í. Og hinn hefur lendi fordóma fyrir að vera hestljótur, eins og Richard. Hvernig komst Pretty Boy Benny í TV? Og hvernig fórst þú Richard að því að nöldraði inn í TV? Kærleiksfæðja, Benjamin og Frikki G. Og við skulum leifa Benna Vals að þú fengi alluna fordóma fyrir útlitið, ekki? Þú varst að vinna þinn. Klálega, sko. Sem þið Pretty Boy. Heimski Pretty Boy. Jú. Þetta er náttúrulega bara, skilur, maður fæðist með hæfileika. Það er hárið þér. Og þeir eru ekki teknir á manni. Og þrátt fyrir good looks, þá bara einhvern veginn. Ég seti hlið við hlið, þetta er svo kaffibrúsa kallar sem að tala saman. Guð minn góður. Ekki.
Akkur svona aggressífur, veist. Svara þú Frikka G, hann er sem á vesinni. Frikki G, akkur mann öldra sinni tífi ljótur. Herru, nú er ég sem að bara henda sokki í þetta ángríns. Flottulega keppnina eftir strákarnir. En hvað er þema? Þú svona þeman í dag, ekki? Já, ég er svona, mér datt í hug, þú veist, þetta er svo mikil klísja, það er komið sumar og við hugsaum sumar og sól, ég er hugsaum að fara í eitthvað allt annað. Ég var að horfa á mynd í gær, það sem Gæja var dömpað. Okay. Og hann var í mikill ástarsorg og hann hendi sér á herramannsklúbb og herramannsklúbb? Já, stripstafur bara basically. Strípuklúbb? Já, okay. Strípuklúbb og ætlaði að reyna að gleyma konni og hann er búin að dömpa honum og eitthvað svona. Það með mér datt í það í hug, við höfum allir Herru, við erum allir með konur og kærustur. Það er búið að dömpa okkur. Allt í hennu bara, hún kemur heim, hún fær stígvélið. Það er bara búið að henda okkur. Og þú var beint á strípuklúbb? Og, já, nei, ég meina þetta er bara, þetta er theoretically. Þetta er bara scenario. Það er bara búið að henda okkur út og við erum í ástarsorg og við ætlum að labba inn á herraklúbb og við erum að fara að panta engadans. Nema að sú sem tekur á mót okkur, þú átt að fá að velja lagið. Í engadansinum? Já. Ok, vilt þú ekki bara byrja? Hvað fóðu að langa tíma? Þetta eru 45 sekundur, ekki meira en það. Hlustendur kjósa. Ég finna lag og senda það link og hvert er besta engadanslagið? Þú klár með þitt? Já. Og þjóðin ræður? Já. Fyrstur við 5? Fyrstur við 5. Ég myndi velja þetta lag. Mitt framlag í flottulega keppnina og svo hlustendur viti. Var þetta ekki aðeins svo rómantískt fyrir... Hæ? Það var rómantískt? Já, ég meina, hvað ætla þú að setja? Ég ætla að henda okkur hardcore techno eða? Ég veit ekki, skýtti ekki í því, ég bara spurði út í lagið. Já, hvaða lag er þetta? Þetta er The Beloved með Sweet Harmony. Benny Valls var að senda á því link. Já. Og hérna á Facebookinu Messenger. Og ég var líka að senda á þau link. Og viltu byrja mér að Benny Valls? Nei, þér. Ég ætla að byrja þér. Byrja á 013 hjá mér. Ok, þú ætlar að setja þetta lag og ég veit ekki eins og hvað þetta er. Og þetta er búið að henda gilsarinn út þarna, það er ljóst. Hvað er ángríns, hvað er að? Þetta er ekkert eðlilega gott lag. Ætlar bara að velja þetta í öllum, við erum búin að taka svona 10 þema, þú er alltaf að koma svo lægjað. Nei, ég er mesta lagið 3-4. En hvernig á hún að dansa? Ég bara spyr. Hvernig á hún að dansa? Hvað mennur þú? Hvað, ég er bara að sína það? Nei, alls ekki. Bara erotísku dans, vantarlega, það ekki konceptið að nynni það? Herru, já, þetta var taktur og svona, bara allt í góðu. Ef þú ætlar að byrja á mínu, þá myndi ég taka á 0.45 kannski, cirka. 0.40 og... Hvað er Benny Valls að fara? 5, ok. Ertu klár? Allir klárir. Þetta er framlega Benna, þetta er Julio Iglesias. Oh, I like that. Það er verið að dömpa Benna í Ekvador eða eitthvað. Þetta er Dansaðu brúnhærða, heitir þetta lag og þetta gefur mér óbáslega mikið þetta lag. Brúnhærðu dansari. Egil, þú ert með tölur? Ég er með tölfræðina. Þú ert með tölfræðina. Þjóðin velur. Upp í 5. Rétt. Þá segi ég Halló FM. Það er Gilsinn. Það er ángríns, þetta er bara... Þetta er þjóðin velur. Ok, þú ert komin í 1. FM, góðan dag. Það er Gilsinn, það er ég sko. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, Benny Valls. Benny Valls. Þetta var ekki hann. Það er ekki Benny Valls. Kleinurhingar Rusli, þú skeist aftur, harkalega. Myndið þú semst, þegar þú var í ástafsorg, myndir þú henda á I wanna suck on my lollipop? I wanna suck on my lollipop, það er aftur mitt aðkvæði. Má ég giska, þú ert á lausu, eða ekki? Nei, ég er því miður ekki á lausu. Það er ekki nóg með að hann kallaði Kleinurhingar Rusli, sem er nýja nafnið þitt. Á Gafan Gilsson er pún, til ykkur meistæg. FM, góðan dag. Það er Lollyboy. Nei, Lollyboy. Hvað er í gangi þarna? Hvað var þessi inn í fötu það? Ángríns. Hvað er maður? Það er 3. Ég tek þetta 5-0-0 og tek heroin í kvöld. Egil, hættu að tala. Hættu ángríns. Þú var að hætta þessu. Ég verð það glaður. Já, hættu þessu. FM, góðan dag. Það er Gilsarinn. Hörðu, ég fjúg. Er þetta upp í 5 eða? Þetta er upp í 5. FM, góðan dag. Já, það er lollipop. Minn almáttur. Við ætlum að segja þetta gott í dag. Það er búið hrikalega gaman að vera með ykkur strákar í kvöld. Í dag. Ekki, hvað veistu marga púnta? Hvað fekk Benni marga púnta? Ég var brattur sko. Ég er í Rás 2 huganum sko. Benni Valls fekk ekki púnt. Þið miður. Ég fengi púntar á 5-0-0. Guð hjálpi öllum herramannsklúbbum í heiminum ef Egil hætti með konun sinni. FM 95 blöfur ekki meira að þessu sinni. Aftur á viku liðinu verið blessuð. Kerðu brennslunni í gang.
Allan daginn. It's Ripper time. Græjaðu ferminguna hjá okkur. Snjallsímar, hátalarar, heyrnatól, snjallstílabækur og margt fleira. Kíktu í næstu verslun eða á Vodafone.is. Vodafone. Fresh Happy Max. Jazz Ballett námskeið fyrir fólk á aldrinum 11 til 15 ára í Reebok Fitness. Námskeiðið hefst 10. apríl og stendur yfir í 10 vikur. Frábær félagskapur fyrir alla. Smeltu á Reebok. Að láta laga kælikerfi er orkusparandi. Kælivirkni CP5 17 0900. Kælivirkni.is. Hreinsum loftið og njótum vorsins. Eftir 15. apríl er óheimilt að keyra á nagladekkjum. Reykjavíkurborg. Þú færð So Natural djúsana á te og kaffi. Sjáumst á te og kaffi. Dalakofinn Laugum Reykjadal er með hamborgara, pítsur og heimilismat í hádeginu. Dalakofinn Laugum Reykjadal. Þú ert að hlusta á FM